Í Kólossubréfinu 4. kafla 7. vers segir: Mál yðar sé ætíð ljúflegt, en salti kryddað, til þess að þér vitið hvernig þið eigið að svara hverju manni. Röddin er gjöf sem okkur hefur verið treyst fyrir og hana á að nota til að hjálpa, uppörva og styrkja náunga okkar. Ef foreldrar elska Guð og ganga veg Drottins til að iðka rétt og réttlæti, mun málfar þeirra vera heilnæmt, hreint og uppbyggjandi. Orð þeirra mun vera vel valin, hvort sem þau eru heima eða heiman. Besti skólinn til raddþjálfunar er heimilislífið. Í öllum greinum eigið þið að leitast við að erta ekki, heldur venja ykkur á að vera ljúf í rödd ykkar, greinileg og skýr. Mæðurnar ættu sjálfar að koma fram eins og Kristur, tala blíð, kærleiksrík orð á heimilinu. Að þjálfa og nota talgáfuna rétt grípur inn í hvert svið kristileg starfs. Það grípur inn í heimilislífið og allt samneyti okkar hvert við annað. Við ættum að venja okkur á að tala með þægilegum hreim, við hafa hreint og rétt mál og orð sem eru vingjarnleg og kurteis. Sálinni er ljúft, vingjarnlegt orð eins og dögg og indæla skúrir. Ritningin segir Krist að náðinni veri hellt yfir varir hans, svo að hann hefði vita á að styrkja hina mættu með orðum sínum. Drottin býður okkur, ræða yðar sé ætíð ljúfleg, til þess að hún flytji náð þeim sem heyra. Ef við fylgjum dæmi Krists í því að gera gott, mun hjörtu opna sig fyrir okkur eins og honum. Ekki hryssingslega, heldur með háttvísi, sem fædd er af guðlegri elsku, getum við sagt þeim hann sem ber af 10.000 og allur er yndislegur. Þetta er hið æðsta starf sem við getum notað talgáfuna til. Réttlát orð og gerðir hafa kröftugri áhrif til góðs en allar þær ræður sem hægt er að predika. Mál yðar, samtal þitt. Í fyrri versum hafði postulinn gefið almennar leiðbeiningar að hegðun okkar gagnvart þeim sem ekki játa Krist ætti að vera vitur og skynsamleg. Hann gefur hér sérstök ráð varðandi samtal okkar. Sé ætíð ljúflegt, gegnsýrt anda trúarinnar. Það ætti að vera eins og til að sýna að náð Guðs er í hjörtum okkar. Mál okkar ætti að vera af kurteisi og viðkunnulegt. Það ætti að vera þannig að mál okkar sýni að við látum stjórnast af meginreglum trúarinnar og að það sé ósvikin trú í hjartanu. Þetta mun sannarlega gera okkur ljúf, kurteis og viðkunnuleg í samtali okkar. En það mun gera meira en þetta. Það mun fylla mál okkar anda trúar til að sýna að sálin er undir áhrifum kærleika til frelsarans. Salti kryddað. Salt meðal Grikkja var merki vitsmuna. Hér virðist meiningin vera sú að samtal okkar ætti að vera kryddað af náð á svipaðan hátt og við notum salt í mat okkar. Það gerir það hollt og gyrnilegt, svo með samtal okkar. Ef það er ekki gegnsýrt af anda guðrækninnar, er það flatt, gagnslaust, skaðlegt. Andi guðrækninnar mun gera það að því sem það ætti að vera, gagnlegt og notalegt fyrir mannkynið. Þetta þýðir ekki að samtal okkar eigi að vera alltaf strangt til tekið trúalegt, hvar sem við erum. Frekar en maturinn okkar ætti að vera aðeins salt, en það þýðir að hvað sem umræðu efnið er, þá ætti andi guðrækninnar að dreifast í með því. Þar sem saltið í matnum okkar ætti að krydda þetta allt, almennilega, hver svo sem maturinn kann að vera. Til þess að þér vitið hvernig þið eigið að svara hverju manni. Vertu gegnsýrður anda guðrækninnar, svo þú megir ekki segja neitt sem væri yfirlætislegt og heimskulegt. Heldur vertu reiðubúin að svara hverjum sem kann að spyrja þig trú þína á einhvern hátt sem mun sýna að þú skiljir eðli þess og það mun hafa tilhneigingu til uppbyggingar. Það má líka skilja þetta með þessum hætti.
vertu gegnsýrður anda trúarinnar og þá munt þú geta svara hverju manni á viðeigandi hátt hvaða efni sem er. Ef hann spyr þig sannanir eða eðli trúarbragða, geturðu svarað honum. Ef hann ræðir við þig algeng viðfangsefni dagsins, muntu geta svarað honum í mildum, góðlátum og vingjarnlegum anda. Ef hann spyr þig hluti sem þú ert fáfróður ef hann kynnir eitthvað vísvitandi sem þú þekkir ekki, muntu ekki skammast þín fyrir að játa fáfræði þína og leita fræðslu. Ef hann ávarpar þig með hrokafullum, ósvipnum og yfirþyrmandi hætti, muntu geta bælt niður skap þitt og svarað honum með mildi og góðvild.